Velkomin heim. Vá, var þetta fyrirbyggjarlegt? Fyrirsjáanlegt. Fyrir þetta fyrirsjáanlegt? Já, þú ert mjög fyrirsjáanleg. Stundum. Já. Oftast. Tjók. Nei, bara það kemur þessi. En takk. Já, mér er bara fyrir. fallegt að bjóða fólk velkomin heim. Já, takk. Svo falleg hefð. Já, mjög falleg hefð. Mjög æðisleg. Hvernig búið verið þér? Bara fínt, sko. Vorum að klára sumarfríið náttúrulega. Er það búið núna? Leikskólinn byrjaður. Þetta er leikskólinn byrjaður, þannig sumarfríið er búið. Allavega hjá okkur, ég held að segja svona flestum leikskólum. Er það byrjað aftur, sko. Held það. Ekki. En já, þannig við vorum bara að njóta í þú veist, að klára þessar síðustu vikur í sumarfríinu. Og já, bara, hvað var verslunarmannahelgin? Já. Svo fórum við bara, erum við bara búin að vera út á landi, sko. Já. Hef við búist það. Er allan tíman. Hvernig gengur í bústæðin? Bara vel, góður hluti gerast hægt. Ég var einmitt að hlusta á síðasta þátt hjá Óla sínum í Undralandi, þar sem að Aron segist að pirrar út mig fyrir að sagt að það var ekki handlægin og hann blandaði þér með þessu líka inn í þetta. Ég lefa að hlusta á þetta eftir. Hvað getur ég? Ég veit ekki, ég apparently á að beða hann afsökunar og svo var hann líka, og sunnuða bara líka. Ok. Fyrir að, fyrst. Fyrir að vera bara til. Já, ég veit ekki, ég mætti í útvarpið á mánudeginum og hann var að leysa af með Rikka og ég sagði, og Rikki spyrir Aron handlægin og sagði nei og það er vist svona tryggrandi. Já, sem kallmaður og slítlíðir, skilur. Það er alveg það, sko, ég held að það sé vandamáli. Já, þannig nei, það gengur rosa vel, auðvitað, bara, en góður hluti gerast rosalega hægt. Sérstaklega þegar ekki allir handlægnir. Já, svo var það. Þannig að hann ég veit ekki hvað, byrstu ekki búin að skrúa einu skrúu saman. Ertu búin að það? Já, ég vil skrúa eitthvað skrúur, en er ekki að segja mér að það sé ekki vinna að velja, lita hvern herbyggi, flísar, parkett, innréttingar. Það er fokki mikil vinna. Það er. Já, sem að Aron bara svona, bara, já, ok, ég get við ekki það, ég er ekki múin að skrúa mikið. En ég Þú gerir grasi líka það ekki eitthvað? Ég gerir grasi, já. Það var mjög erfitt, hefði ég. Já, hann var nú það líka, en sko kallinn að kvart og kveina. Já. En það var flott gras. Það var mjög flott gras. Já, takk fyrir það. Við vorum bara að segja að fórum í útilegu bústæðum daginn. Já, þau vorum að segja frá fittur okkar, frá 66. Já, true. Þannig, já, en hvað var að segja? Já, bara, ég heyrði það í morgun að ég skuldi einhverjum afsökunarbyrni sem ég ætla bara ekki að gera. Nei, það þarf ekki alltaf að gera. Nei. Þú skuldar ekki neitt. Ég skuldi ekki neitt. Jack, sko. Nei, come at me. Já, bara, you go ahead. En já, það er það sem við vorum að gera. Bara við erum bústað, klára Love Island. Það kláraðist núna, bara rétti þessu. Já, ég var úti á meðan, ég er ekki maður að klára. En þú voru sem að sjá hvað finn vann? Já. Ég reyndi að sá það aldrei. Ekki? Nei, ég spurði bara Hildi. Og þú sást það aldrei? Nei, ég er aldrei búin að sjá spoiler. Ok, vá, það er enda mjög vel gert. Er ekkert búin að vera að skrolla TikTok eða skrolla neitt. Ég ætla að segja að við höfum eftir að fara í þitt ferðlag, sko, en ég held þú hafur aldrei verið jafn mikið off the grid. Ég var alveg off the grid. Já, ég held bara að því að, þú veist, núna búin að vera, við erum búin að vera tilbúið núna í 5 ár, tæplega, og við erum alltaf mjög samskiptum þegar önnur okkur úti. Þetta er fyrst skipt sem ég var bara svona, oh my god, hún er bara ekki í símanum. Nei, ég var ekkert í símanum. Nei. Bara gjörsamlega ekki. Já. Það var alveg mjög næs, sko. Ég trúi. Það var svona alvöru frí, sko. Já, geðvikt. Það er mjög næs. Já, það ekki. Þú var að segja okkur allt frá ferðalaginu, sko. Það var ekkert mikið, já, eins og segja, ég held sem hún segja allt sem ég gerði. Já, það var bara short and sweet. Þetta var náttúrulega bara vika, sko. Já. Mér leiðist þetta lengra, samt. Já, mér leiði henni líka. Þú gerir svo mikið. Já. En þú fórst aðna á sunnudeginum. Já. Hvað gerður þau Vestló? Ekki neitt. Nei, bara heima, græja, pakka. Já. Ég held ég gerði ekkert, gjörsamlega. Gerði ég eitthvað? Nei. Það þarf ekki alltaf að gera eitthvað. Nei. Bara fínt. Já. Ok. Já. Svo sunnudagurinn. Já, svo fórum við áttum flug til París. Fórum þangað að það var sko nætuflug. Þannig að það var klára 1 nóttina. Sem var alveg smá svona crazy. En maður reyndi bara að sofa allan tíman. Já, hvernig gekk það? Það geti sérlega vel fyrir mig, sko. Ég sef ekki vel í flugi. Ég tók samtlega með slíp og allt, sko. Ég tók samtlega með slíp? Já. Ok. Ég er alltaf með það í flugtöskunum minni. Já, geðveikt. Það bara virkaði ekki, sko. Ekki? En ég svona náði alveg að dotta smá. En svo maður bara mætti París. En Bensi? Hann sofna alltaf. Já.
Hann sér alltaf í öllum flugum, sko. Nefnir reyndar leiðin heim núna og ég sofnaði þá, ég var alveg dauð. Já. Gessamlega. En það voru, þurftum sérst að millenda í París. Það er ekki lengur beint flug til Mallorca. Nei. Sem er crazy. Já. Leiðilegt. Já. Og það er ógeðslega dýrt að fljúga til Spánar. Yfir höfuð, skilur, frá Íslandi. Þannig að við ákveðum frekar að fara til París heldur en að fljúga bara til Malaga eða Alicante eða eitthvað, skilur. Það er langt frá Malaga til Mallorca. Nei, það er eitthvað 1,5 flugið eða eitthvað. Já, þú er samt alltaf þurft að millilenda. Já, það er ekki það, nei, þetta er eiga. Já, það er ekki keyrt á góluðubílinu, sko. Nei, ekki. Nei. Það verður næs. Ég vildi ekki tekið bíl með hvert sem er, sko. Sammála. Af því núna er bara að plana, ég að fara til Spánabram og hérna, það er bara svo, það væri bara svo næs að væri bara með minn bíl. Þetta er uppáhaldsbílinn minn. Sammála. Ég elska hann bíl. Ég elska hann bíl. Hann er ándjóks bestur og ég hefði alveg þurft að hafa hann úti, sko. Já, er það ekki? Nei, það er ekki hægt að fá leigubíl með eitthvað. Ekki? Nei. Mesta veginn í lífsmýn, sko. Bara góðlega. Have that in mind þegar þið fara ánga. Þetta er hræðilegt. Sérstaklega, það er ekki inn í Palma. Það er alltaf í Palma, skilur. Já, einmitt. Alveg svo í Alicante. Mástu að bara ekkert máli fór Uber. Já, og svo þegar við vorum í aðeins lengra frá. Hræðilegt. Þetta var eiginlega verra samt. Já. Við byrjum oft bara í 40 mínútur. Og bara búin að panta hann og allt. Þannig að ekki vera sein og farið og fáið ykkur góluðubílinn ykkar. Já, ángríns. Panta snemma. Já, séð. Ekki það að þau séu ekki með topp þjónustu, sko. Nei, já. Þannig að, já. En já, við fórum til París og það var bara mega næs. Bara besta á lífsmýns á því við lendum í París, sko. Það var bara svo gaman að labba og hvað gerðum við aftur þann dag? Oh my god, já, við fórum bara labbandi allan bæinn, heldur 20 skrifa bara á úrinu, sko. Oh my god. Bara fórum på hótel, reyndar, ótrúlega pirrandi, fórum på hóteli og fengum ekki að tjekka okkur inn og við lendum klukkan 8 morgun, eða við vorum komin upp á hótel 8 morgunin. Þannig við vorum bara svona, ég gerði make-up mitt í lobbyinu, þetta var sko pinkulítið lobby, ég var bara svona, þetta var svo leiðilegu gæinn. Og ég var leiðilegt. Ég alveg mér langaði að skrifa bad review og ég myndi aldrei gera það. Nei, einmitt. Það var svo leiðilegur. Það var mikið sagt. En ég var bara þú veist, ég var niður í einhverju kjallara með engu gluggum og einhverju hurði, ég hrætti henni. Þannig ég fór bara upp og ég gerði bara make-up mitt í lobbyinu við hliðina á þessu gæja og bara bíði eftir að hann myndi skamma á mig. Svo sprayði svona setting spray á mig bara, hann fara að reka mig út núna. En hann reyndar sagði ekki neitt, thank god. Svo bara skipti ég föt ég skipti ekki eins föt. Ég var bara í flugvalla átfitinu mínu eiginlega allan daginn og vorum bara að chilla til svona 1 og fórum bara gallería, svo út alltaf bara ógeðslega heitt, þannig að maður gat eiginlega ekkert eitthvað vera labbin í þessar búður, sko. Nei, var betra að vera inni þá, eða? Þú vilt vera úti, skilur. Já. Það er svona að við verum alltaf í París í nóvember, skilur. Þannig að maður langaði bara að sittast út og chilla eitthvað í sólinni. En ég reyndi samt að fara í allar þessar búður og eitthvað. En svo voru bara ekki að nenni. Nei. En já, fórum svo aftur upp á hóteli, löpum aftur upp á hóteli og bara klukkan 1, check-in á 3, ég var bara, hann hlýtur að vera með leiða okkur að koma. Að við sáum alveg 2 checka sig út og meðan við vorum bíða og meðan ég var mála mig. Ég var bara, hann greiðar bara herbyggið og bensinlabbaðin, hann bara checka á því klukkan 3, check-inni, ég var bara Hvað klukkutíma fyrir, það var bara ekki hægt. Nei. Þið voru klukkan 2, Nei, það var klukkan 1. Þið 1, ok. Þannig að við fórum bara eitthvað á svona úti veitingastaða-vibes svona í París, svona kaffihúsa dæmi, vorum bara að fá okkur Aperol Spritz þangað til að við máttum checka okkur inn. Það var bara að checka okkur inn, fór bara í kjól og eitthvað svona cozy og við áttum borða á Bambini. Já. Við höfum aldrei farið þangað. Nei, það er staðurinn sem breytist í klúbb, eða þú veist, er það ekki staðurinn sem að... Er það ekki Gigi's? Er það staðurinn sem fólk fyrir upp á borð? Ég man ekki. Ég veit það ekki. Nei. Því núna er allt útisetið. Já, þetta var bara sturla bara inn á eitthvað svona museum, skilur, og bara úti allt, skilur, og bara svona ótrúlega fallti kring FL og þú veist, ég held sér miklu flottar að koma á sumrin að þetta svæði var svo sturlað, þetta útisvæði. Já. En við reyndum að fara því að borðið okkar var klukkan 7 og við vorum tilbúin bara klukkan 4 eða eitthvað. Já. Og við reyndum að fara á Giraffe og tjekka hvort það var laust borð fyrir, en það var bara ekki opið á Giraffe fyrir 7. Já, það var bara allir staðir opnum fyrir 7. Já. Þannig fórum hann inn og hann bara, við erum bara 1 borð klukkan 10. Við eitthvað, við tökum því samt. Já. Mér langar svo að sína Benza Giraffe. Sem bara geggjaði staðið með FL View líka.
og það var bara opið uppi á hann svít sem að Jóa trúlofaðist. Já, þið voru þar. Já, og það var alveg styrla. Geðveikt. Það var miklu flottara, eða miklu stærra svæði en ég held. Ég var bara, vá, hvað þetta er styrla. Við erum ekkert að fara þangað næst upp. Í staðan fyrir að vera niðri. Það verður geðveikt. Já, geðveikt. Það er að bóka það sér. Já, það er svona sér á síðunni, sko. Já, ok. En þetta er eiginlega bara annar veitingastæður. Já, er það málið? Já. Já, einmitt. Ég er búin að núna bóka staði út erlendis núna og ég er bara svona, það er oft eins og balkunni, ég sé bara allt annað rekstur. Já. Þetta er allavega þannig, það var bara, það er líka innisvæði sem er bara geggja flottu bar og eitthvað skilur. Og svo er útisvæði alveg hjúts, komur óvart. Þegar Jóa var að sína okkur myndir, þá lúkkaði þetta bara svona lítið einhvern veginn. Já. En þetta var bara hjúts. Ok. Geðveikt. Ok, cute. Já. En já, fórum að Bambini og það var bara geggjaður ítalsku staður, bara pöntuðum sko pasta með sko túnfiski yfir, feskum. Ok. Því hún var bara mælt svo mikið með, ég var bara hljómar ekki Hljómar vel. riski, já. Já, en ég var bara fuck it, við erum hvort þeirra að fara giraffe, ef það vant þá bara borðum við það ekki, við fyrir bara giraffe og borðum við þar. En það var bara gett. Ok. Það var bara besta pasta sem ég smakað. En er þetta svona túnfisksteik eða þú veist svona túnfisk eins dós? Nei, og ég ekki þannig. Nei. Svona feskur, skilur, eins og bara Eins og svona steik. tartar. Já, eins og tartar, Já. já, ok. Með eitthvað svona lemon sósu. Hljómar alveg vel. Já, það var Já. mjög gott, fiskur og lemon alltaf. Já. Geði gott. Ok. Þannig að þetta var bara Þetta er staður sem þú sendir snapp eitthvað, við verðum að koma hinga. Já, Bambini. Bambini. Ítalskur. Geðveikt. Mæli sjúklega mikið með honum. Það er náttúrulega bara maturinn í París er náttúrulega bara alveg styrlaður, sko. Já, en mér finnst hann ekki vera allstar í Fraklandi, en mér finnst hann geggjaður í París. Mér finnst það geggjaður líka í Suður-Fraklandi. Já, en svo ég fór til Toulouse einu sinni með svona hræðilegur. Bara allstaðar. Já, ok, jú, fórum náttúrulega eitt stað alveg gott nokki og eitthvað svona. Já. En steikurnar voru alltaf, mér finnst alltaf bara svo erfitt með steikurnar. Maður baðum, þú veist, eitthvað medium rare og það komið basically lifandi. Ok. Já. Já, maður er ofta að panta medium í útlundum, sko. Já, það er eiginlega sniðugra. Já, ég reyndar panta alltaf medium rare af því að mér finnst það yfirleitt vera skósólar. Skilur. Já. Ef maður panta medium. Já, En já. Ég held að Af það því- sé sumsvæði í Fraklandi, en já. Mér finnst bara örugglega besta steikin er í Fraklandi. Já, steik og franskar. Já. En mér finnst það bara ángs bara í París. Og reyndar, ég man ekki Líka eftir, Suður-Fraklandi. var það næst í Suður-Fraklandi? Já, geðveikt. En það var ekkert, nei, það var í Króatíu. Það var eitthvað sem var mjög erfitt að fá bernesósu með. Það er Bernes kemur frá Fraklandi, þannig að getur ekki Já, það var ekki, þá var það í Króatíu. Það er bara allstað steik og berja, þess vegna elskar við steik í Fraklandi. En við langar ennþá að fara á staðinn sem er steik og sósu og franskar, skilur þú fær bara það. Já, ekki séð það? mér langar svo að fara þangað. Það er alveg geðið. Það lukkar sjúklega næs. Já. En já, ok, sorry. Áfraga. Ægum alls, sko. Já, við vorum að tala um þetta, já. Svo fór á Giraffe og við ætlum bara að fá okkur eftir þetta. Já. Nei, þú mátt það ekki. Þú verður að fáið mat. Verður að fá 2 alrætti. Já, hann hafði eitthvað, ok, þetta er steik. Það máttu panta steik sem var fyrir 2. Ok. Alltaf mikið matur, sko. Ég aldrei borðið jafn mikið ærum minni, sko. En það var bara geðið. Næs, já. Geðvikt. Borðum Fenguðu við svo lengi. eftir þetta? Nei, við hættum við, sko. Við fengum okkur bara það. Það var bara, ok. Allavega fáum smá prótein. Við fengum okkur reynda bara eitt pasta saman. Já, Og smá ok. parmigiana eggplant, skilur í forrétt. Hinum stóðum. Það var basically 3 rétti heavy meal, skilur. Já. En við vorum að deila öllu réttanum, þannig að þú veist, ekki svo við fengjum okkur 1 og 1 pasta. Nei. Það hefur ríka. En þetta var bara geðið. Svo voru bara röldaðan þetta var náttúrulega beintur í framan FL og bara geðið romantic. Oh my god, hvað voru margir þarna? Shit, hvað voru margir? Wow, hvað voru margir? Nei, sko, sturlun. Já. Ég var í áfalli að labba gegnum torgi sem við löpum alltaf í gegnum. Tökum myndina já. okkar. Það er ekki verið séns að taka myndina. Nei. Bara fuck no, sko. Þetta var crazy. Já. Við erum greinilega mjög heppnar þegar við förum hann á veturnar, sko. Já, þess að ég farið sko í mars, þú veist, og þá var ekki svona mikið. Svo þegar þú og Jóa fórum, það var haust. Það var Já. nóvember held ég. Já, nóvember, Eftir læsjóð okkar. Já. Og svo með Hildi hef ég farið einu sinni, þú farið tvisvar. Desember, Já. Þá hefur ekki verið svona mikið. Þetta Nei, er bara sömutíminn. Já, fólk er náttúrulega bara úti. Bara En það var ekki svona picnics mikið í mars heldur, sko. Nei, það er ekki heitt í París í mars. Nei. Þannig að, Þannig að bara ef það er heitt, þá er mikið af fólki. já, það er Já. alltaf bara Mhm. eitthvað vambriðan borgina, sko. En það var eiginlega bara þarna á torgin, túristutorginu, Já. sem það var svona crazy. Annars var ekki svona crazy mikið af fólki, jú, bara í kring Gallerías líka. En eins og hann að L'Avenue gatan, það sem það er, það sem allar fínu búðan eru, Já. það var enginn þar. Ekki? Nei, Vá. enginn. Óhugavert. Já. Já. Þannig að það var ókslega næs. Við fórum þangað í lunch daginn eftir. Því vorum hann 2 daga. Fórum lunch á L'Avenue og ég bókaði borð og ég satt inni. Og það er svona útisvæði núna. Já. Og ég var bara, fuck, hvað getum við fengið að sitja úti? Það er svo gaman að gera eitthvað öðruvísi. Hún var bara, nei, því mér er allt uppbókað.
svo sátu við inni í smástund ég eitthvað, getur þú tjekkað núna? Og hún bara, ég held að sé ekki laust, ég getur þú tjekkað? Og hún eitthvað, það laust. Ég eitthvað, ok, maður það bara... Já, það er smá frekar, já. En ég var ekki, ég leiði, ég bara, ef eitthvað losna mig, kannski færa okkur. En ég sá þið sátu upp úti, ég sá myndur geðveitt næs. Það var svo flott. Þetta er bara svona drauma, svona, það sem maður sér á Pinterest að langar að gera, skilur. Bara sem maður alltaf langar að gera. Í París, svona summer París. Og það lukkaði bara svo mikið svona quality para-tími. Já, það var svo cute. Æ, sætu. Löpum svo, fórum í einu búð, þá fórum við Jacquemus. Já, hvernig var? Geðið. Ég elska þessa Jacquemus líka, hún svo... Já, ég hef ekki farið í hana. Ekki? Nei. Maður fælt kampaðin, sko. Já, ég misti á henni síðast, ég fór að kaupa mér eitthvað annað. Já, alveg rétt, já, ég mann, þú fórst í aðra búð. Já, þegar þið fóru í Jacquemus. Þá sem fyndi, við löpum inn og vorum alveg búin að plana að kaupa, við spennum langa að kaupa afmælisgjöf fyrir mig. Já. Og hann var það bara búin að segja, bara ég ætla að gefa þér afmælisgjöfina hérna í París. Já. Já. Og ég eitthvað, eina sem dettur í hug, svona, ég væri að fara í Jacquemus finna eitthvað, þessi veit ég mér finna eitthvað, skilur. Og þú veist, sérstaklega það skartið langaði mér mest í svona, hvað flott skart. Og hérna, við erum ekki að skoða skartið og gæinn kemur bara eitthvað, do you want something to drink, some champagne? Þú bara, yes, please. No. Ég var bara, Bensi, aldrei segja nei. Nei. Hvað að þér? Já, bara, oh, I'm sorry, he rugglaðist. Já, ég var bara, we would love to, thank you. Svo var ég eitthvað að máta eitthvað föt og eitthvað setna. Alveg, við vorum hann inni í svona klukkutíma eða eitthvað. Hann kom, would you like some more champagne? Og ég var inn í mándaglega og Bensi fyrir, no, ég eitthvað, aldrei segja nei. Bara, hvað? Aldrei segja nei við fríu kampæni inn í Jacquemus. Alltaf segja já. Segja já, takk, já, herra. Já. En ég fekk ekki annan glas, en whatever. En ég var bara svona, akkur segir nei? Ég skil það ekki. Akkur myndir ekki spyrja, svona vilt annað. Já. Svona myndir að, já. Alltaf já við fríu kampæni í svona sjoppu, sko. Væntanlega. Það fyrir borga ekki eðlilega mikið pening ef maður kaupir sér eitthvað annað. The least they can do, sko. Alltaf, segja já. Það bannaði sér nefnir fríu kampæni, bara leggja þetta minnið ef þið farið inn í svona búð og líka þeir að skoða, segið þið bara, do you have something to drink? Þó þú sérst ekki bara að kaupa neitt. Ok, sniðt. Við erum alveg gert það. Já. Manstu ekki þegar fórum við prata eins og hún ætlaði ekki að gefa kampæn. Rindar, já. Djúðlega leðileg. Ég var bara, do you have something? Já. Því þú varst að fara að kaupa þér. Já, einmitt, já. Þannig ég var þá megðu alveg byrjum. Já, og hún ekki, yes, I have water and coffee, orange juice, apple juice. Ég var bara, do you have champagne? og bara finish the sentence. Hún vildi ekki gefa kampæn. Djúðlega leðileg. Það er svo leiðilegt að labba inn svo búð og fólk er eitthvað svona, maður finnur að fólk er bara það er ekki að kaupa neitt. Já. Maður er bara víst. En ætla þessi taktík að gefa þetta væp og þá ertu bara, ég skal kaupa eitthvað þess að sína þér. Nei, ég held að það sé bara bitches. Já, svo er það bara það. Já, ég held það bara. Kannski gera það. Já, bara dæma okkur. En ok, hvað varst að skoða Jacquemus? Við vorum að skoða fullt af eyrnalokkum og ringa og eitthvað svona. Bensi endaði að kaupa eyrnalokka fyrir mig. Já, ógeðslega flottir. Það er svo cute. Og svo eitt ból líka. Já. Geðvitt. Eitt langarum-ból. Eitt langarum-ból, geggjað. Very cutesy. Já, mjög flott afmælisgjöf. Æðislega. Ég man nú ekki alveg hvað við gerðum aftur hann kvöldi. Ég held við gerðum ekki að því fórum í alveg stóran lunch. Svo fóruð þið eitthvað piknik? Já, fórum piknik, já. Alveg rétt. Já, röltum bara alla borgin aftur og fórum hjá lúrusafninu og eitthvað. Ég glemdi því líka deginum áður við fórum að check-ina, fórum við lúrusafninu á Kaffi Marley. Já. Og okkur mimósu bara. Geðveikt. Það er svo næst staður. Já, og það var bara laust. Já, spes. Sátu bara svona við glerið. Já, það er bara alveg upp, já. Bara geggjuðu borði. Já. Vorum ekkert svönga en þannig, en við vorum bara, ok. Já, það er svona meira kaffihúsavæp, já. Ég elskaði þennan stað, sko. Já, við fórum saman alltaf. Einsinni. Myndan hefði verið hinu með við. Svo fyndið þegar maður fer eitthvað svona, þegar maður kemur aðra átt. Já. En já, við geggja svona torg þar fyrir aftan, með eitthvað svo geggjuðum park líka. Og það er eitt staður líka sem við dreymur á að fara, sem heitir Lulu. Hann var þannig úti. Já, hann er útistaðurinn, já. Hann er alltaf uppbókaður. Nei, sko, það var vanlega því að ég fer og ég er bara 2. Svo auðvitað að tróða sér. Já. Alltaf svona last minute bookings, eitthvað svona cancellation dæmi. Ég reyni alltaf að tróða mér. Þeir eru bara hlæjandi alltaf okkur, sko. Já. Bara, en Lulu loka líka yfir veturna, það ekki? Gæti alveg verið, sko. Mér minnir þar allan að, þú veist, núna er ég að bóka eitthvað stað á Marbella og það er ógeðslega margir sem bara loka tímann sem ég er að koma. Bóka það fyrir þig? En þú ert ekki sem fara vetri til þannig? Nei, ég er samt að fara í enda seft. Einmitt. Og þetta er bara svona fullt ógeðslega flottum sem ég bara svona, mér langar svo bara loka þér. Alltaf útisvæðin eða eitthvað þannig að... Já, það er bara svona, þú veist, sérstaklega Marbella er svo ógeðslega margir staðir sem eru svona pool
Já, svona Beach Club vibes. semi-beach club vibe en eru svona alveg bara restaurants Já. en þeir bara loka Ok. Ég veit Spes. ekki, já, umlætt, en já, held áfram já, Lúlu, ég held að einhvern tímann finnst mér eins og við Það vorum getur verið að þetta úti sko í parkinum en Já. ég veit ekki eins og Kannski með Bambini inni, er inni þú veist, á vetunar já, einmitt, kannski inn á Lúlu bara með eitthvað safni. þannig Já. Það er náttúrulega safnanar ég veit ekki hvort Já. það sé en ég þekki það ekki ég hef bara Nei. séð hann úti sko já, to með be minni honest. nefnilega bara þegar við höfum verið að skoða fyrir þess að haustferðir Já, hann kemur ekki upp. vetrarferðir, já. Það er rétt ég hef bara séð hann úti sko Já. og vákvæmna flottur það var bara að leggja alltaf borð hvítidúkar, sítrónur út allt ég var bara I don't wanna be there Why? já, alltaf einn daginn, næst Já. þannig að ég bókan algjörlega það var alltaf skyndi þannig að við gátum ekkert eitthvað nei, einmitt, bókað allt einmitt drauma en geggja að við fengum borðað Bambini allavega já, og og Giraffe, já sem var svona last og minute La Avenue Já, love you, já, já, það var hann er gett ná að gera sko Já, þannig þið voru 2 nætur já, svo bara fórum við piknik og vorum bara að rölda og eitthvað það kvöld, fórum ekki í eitthvað stóran dinner Bensitt fann það þessi 5K upp á herbyggi það með ég var að pakka og hvernig var það? Var það gott? ég fekk mér bara eitthvað smá sko. ég var ennþá svo sött eftir þetta piknik og eitthvað en já, hún fannst það mjög gott Gott. Já. Hann alltaf annað með góðan hambúrgar Já. sko. Hambúrgarkallinn En ekki hvað? en ekki hvað en já, svo var bara flug daginn eftir þægilegum tíma bara klukkan 1 eða eitthvað Ó, næs. og lendi Mallorca svona 3 Ok, stutt flug. mjög stutt kemur óvart því að Hildur var að fljúga yfir til Malaga sem er náttúrulega á Spáni Já. og við vorum flutt til París og það svipaði flugtími Veitu, hún var að fljúga til Malaga frá, Mallorca já, frá Malaga til Mallorca. Já. Og þið, já, meina það. já, Já, spes. mjög spes það var mjög stutt flug Já. en djúðlega aldrei aftur að fljúga með svona lágælda fyrir flugfræðum sko ég var alveg brjálið Já. ég held að ég borgaði að því að ég náttúrulega það er ekki hægt að kaupa nema 20 kilo töskur og hver í fokkanum getur verið með 20 kilo tösku Ég veit ekki. bara, I don't know her. I don't know her og það er bara ekki séns og þú veist, hvað á maður að gera? Ég veit ekki. Þannig ég þarf að borga yfirvikt hver einasta legg Já. þegar ég Einmitt. borga andjóks svona 40 skall í yfirvikt Veitu, með hverju flugstu frá París til Mallorca? Transavia eitthvað Já, er, ok. og Ryanair líka Já. Ryanair er andurs minni bitches en hitt sko það Já. kom óvart Sko, við náttúrulega læriðum okkar mistök þegar við komum heim frá London að bara, ég ætla aldrei aftur að taka nætuflug með lággelda. Eða þú veist, hvernig var þetta? Þetta var svona Nei, mjög nætuflug early, bara Já. frá útlöndum Já, þetta er bara svo bugaðis já, heim bara miðjanótt basically. Þá lofa ég sjálfur mér að gera það aldrei aftur. Nei, það er náttúrulega ræðilegt Eins og við gerðum einu sinni. En en það var náttúrulega sko, já, morgunflug já, en sko, er 6 morgun, ég veit ekki, er það ekki bara já, það nótt? en það er morgunflug en þú veist, við þurftum að fara upp á völl klukkan 4 Já, skilurðu. já, og við vorum alveg búin að vera vakandi til 12 þannig að það var crazy. já, En ég bara segi, ég tengi svo mikið við þetta að taka bara svona, bara make up your mind, bara, þetta ger ég aldrei aftur. nei, þetta er ræðilegt en þú veist, það reddaðist alltaf allt, skilur en ég var náttúrulega líka með flugfrautösku og það er ekki hægt að bóka það online heldur fyrir mig, að því við bókuðum í gegnum hana Kiwi-sitið hana, Já, Bensi náttúrulega sáum þetta takk Bensi. og já, og þú veist, ég var bara, ég myndi aldrei bóka í gegnum Kiwi, bara aldrei Nei, að því ég bara hata svona booking já, síðan. því ég hef lent svo illa í því ég fór til Vegas ekkert á við svona öllum leggjónum mínum út að ég skilja því að Kiwi er bara þekkt fyrir að fokka svona upp Já, mennar. og það var bara svona geðið mikið vesen og tjekka okkur inn og þú veist, við heldum að vera mikið með flug þegar við komum, sko Já, að því að Bensi náði að tjekka sig, bara áður við fórum til París Bensi náði að tjekka sig inn, en það var eins og ég var ekki með flug, sæti já, einmitt. þannig að bara er ég að fara að lenda standby hana svo náðu þið ekki að tjekka okkur inn það þurfum við geðið mikið svo sterk policy með ekki að tjekka okkur inn fyrir akkurat 2 tímum inn í því Já, sem máttu ekki tala þetta um er neitt svo óþolandi, já. bara svona fuck off, skilur við vorum næstu búin að kaupa okkur bara Iceland Airflug Já, bara, ég trúi því. ég var bara svona, ég nenni ekki þessu stressi það var munaði klukkutíma undan Einmitt. bara, en svo gekk þetta upp skilur í lokin, Já. en þetta bara býða fucking lengi Þarna sem talum bara frá Keflavíkur. já, frá Keflavíkur, við vorum bara, ég var bara að fara með Iceland Air, ég nenni ekki þessu stressi við mætum snemma til þess að vera ekki stressi Já. svo bara, nei, þau eru bara að Svo bara býða býða. Óþolandi. ógeðslega pyrrandi já, ég allavega ég elska Iceland Air Já, I know. Hún gríns. ég er það mikið munum Ég veit að það er nefnilega alveg munur. já, Fólk segir sér ekki munur, það er munur. já, en líka bara af íslenskum, þú veist, svo play og eitthvað, skilur Mhm. þetta er allt skárra
Já, Íslendingar eru Já, bara skárri, ég já. samlaðir, sko. Já. Það er bara eitthvað svo gott að tala við það. Já, þau veit að þau bara skilja mann, Já, þeir veit já. hvernig við virkum. Já, en já, ég ætla að minna ekki fljóða með þessu flugfélag eftir, held ég, svo kannski kemur að því. Svo glímir maður Þú veist, þetta já. endaði bara í sama verði, skilur Já, ég trúi, sko. og við hefum bara getað keypt okkur eitthvað dýrt flug með bara Icelandair beint, skilur til Alicante og þaðan ég bara ferjuð eða eitthvað. Já. Næja, maður læra því og þetta er ykkar sæn að ef þið ætlaði að taka eitthvað svona lággjald svona stóran legg kemur örugglega út á sama stað ef þið eru með töskur, skilur. Já. Þetta geggjaður fólk með enga töskur. Já, frábært. Frábært. Já. En já. En það var samt gaman. Það er gott. Og svo lendur í Mallorca, hvað sér, 3. Já. Og var þá Hildraballi komin? Nei, þau komu alveg seint. Við hittum þau ekki fyrir en daginn eftir. Já. Komu alveg um nóttina. Voru sama hóteli? Það er ekki bara hlýðum á okkur. Geðvikt. Já, ógeðslega næs. Ó, gáttu þau requesta það? Já, ég requesta það. Við bókum þetta saman, sko. Já, Ég ok. sagði bara eitthvað next to each other. Já, ok. Það er svo næs, þá getum við gert okkur til saman, sko. Já. Og við vorum með svona balcony, þannig við gáttum verið á svölunum. Já, geðvikt. Það er alltaf draumur þegar maður á hóteli að vera með balcony. Já. Það á svo leiðilegt í Mexiko, var ekki þannig, sko. Já. Það er eini gallinn. Já. Ég var bara, eigum við að byggja nýja herbyggi. Einigallinn. Eini gallinn. En þið náðu bara hlið við hlið og gáttu þá GMT saman og eitthvað. Æ, gaman. Og hvað var, þú veist, hvernig var Mallorca? Geðveikt. Veit þú búin að, þú veist, veit þú hefur farið áður, Já. en þá fórst í allt öðruvísi ferð. Já, þá vorum við að playa til Palma sem er, þú veist, strandleikjan fyrir utan Palma. Já, sem er mjög spánalegt, er það ekki? Mjög spánalegt. Já. En Palma er andurs geggjuborg. Hún er geðveik. Bara, senast ég fór til Palma, fórum bara, kíktum, skilur við, vorum við að playa til Palma sem að, 10 mínútur frá í bíl. 20 mínútur kannski. Nei, 10 mínútur bíl, kannski svona 40 mínútur lapp eða eitthvað. Þá vorum við eitthvað á allt öðrum stað. Svo núna fórum við inn á Old Town og það var bara geðveikt væp. Já, þetta var svo, bara allar myndirinn það sem settir er svo geðveikt. Sko, við fórum á eitt flosta hótel í dinner bara sem ég sé því ég bara er svona hótel á Spáni. Já. Þetta var eins og Nobu hótelið, skilja, þetta var þannig fínt. Þetta er bara spott, sko, fucking leynir á sér. Leynir á sér, sko. Líka bara, þú veist, þú getur fara á sturlu hótel í Barcelona, sko. Já, ég er alveg með smá svona Barcelona, þess að mér langar ekki til Barcelona, dæmi. Nei, en að því að maður hefur séð X, skilja, en maður getur farið í allt aðra ferð. Algjörlega. Ég held að það sé hægt bara svona allstar Spáni. Spotni er svona þannig að þú getur farið saman hvað budgetið þetta er, skilju. Í raun og veru, já, það er rétt. Þú getur bara farið bara eftir budgetið. Og getur bara haft það frábært, skilju. En já, við vorum núna, ég veit ekki hvað, þetta er líka svona, kannski aðeins norðar-austar, skilur við hérna á Mallorca. Það á að vera flottast að fara alveg hinum megin, en það tekur bara fokkilega okkur tíma. Það er bara upp í fjöllin og eitthvað svona. Það er ekki beint upp í fjöllum, það er bara alveg hinum megin eiginni, skilur við. Flugvöllurinn er bara hér. Þú veist, það tekur alveg klukkutíma í bíl. Já. Þannig að þess að við fórum stuttaferð og bara 5 daga. Þannig ég nefndi ekki að fara þanga í þetta skipti. Þannig við fórum hinum megin sem er nálægt Porti Antrax sem er staðurinn sem að Justin Bieber og Hailey var um daginn. Og hérna, ég náði að bóka lunch á þessum road club. Hvernig var? Geðveikt. Já. En við áttum ekki beach club sem var geppirandi. Já, við áttum bara lunch klukkan 3. Ok. Ég áttum lunch klukkan 3 og við bókuðum bíl fyrir utan hótel okkar klukkan 2:30. Það kemur klukkutíma setna og það tekur 20 mínútur að fara, þannig við vorum klukkutíma sein. Já. Og ég var bara, þú veist, það var búin að ringja, þetta var enda þannig eitthvað, já, við ringjum í þig þegar borðið er tilbúið og þið er ekki á eigi borðið klukkan 3. Og þeir hringdur enda 3:30 sem ég var bara svona, thank God. Við erum smá sein. Svo ég var bara alveg, ég held að alveg bíl myndi bara ekki koma, sko. Nei, tóði. Hvað voru það að gera með hann? Við sátum bara fyrir utan, bara frík út. Í stressi, já. Og mér er svona fólk sem var líka að lendi í sama. Já. We are missing our boat. We have a very expensive boat. Nei. Veistu hverju ból gellan var í? I love Mallorca. Nei. Hún var í svona síðarma sundból með risa Jaws hákalli á, bara svona að býta. Já, henni fannst það bara sniðugt. Hver á þessu í bát? Þú ert að manifesta eitthvað? Ég vildi ég hjálpa þér en ég treysti þér ekki. Ég er ból, sko. Nei. Bara, are you okay? Bara þú var dýr bátur og þú færð svona. Já, það er ekki lagi, sko. Nei. Þú ert líka bara að manifesta eitthvað sem þú vilt ekki manifesta, sko. Vildu vera gellan í hákalla bólnum sem er drepinn, skilja hákall. Já, ég myndi ekki vorkna þér. Nei. You asked for it. Nema kannski er þetta svona scaring them away. Já. Þetta er bara galnasti bóli sem ég sé. Þú veist hvernig líka á ég að taka það alvarlega þannig er bara kvarta í mér, skilur. Ég var bara,
hvað er í gangi? En já, ef þið viti ekki hvað rótdæmi við erum að tala þá var þess að bara flottasti beachklubur í Mallorca sem heitir Grandfolier og hann elsti beachklubur í Mallorca líka og fun fact já, það sögur okkur það Já. sko, þetta var örugglega flott bara sem ég fór á æfur minni Vá. geðveikt flottur en já, Rót var sérst með pop-up á þessum staði því voru með event og lansaði hana gula Rót Já, þarna lemon tint já, eitthvað. voru með limoncello og eitthvað svona dæmi Svo cute. ógeðslega flott, þannig ég var bara ok, ég verði að fara á hana stað en svo sá ég bara að það væri ekki lengur pop-upið það myndi hætta eitthvað 2009. Svo akkurat framlendið til 7. og við vorum að mæta 7. Gott draumur. Þannig ég var bara ok, en þú veist til 7. Ég var langað að fara ammælinn mínu 7. Já. Ég var bara ok, fuck it og það var bara ekkert laust, bara ekki séns. Nei. Ég ok, prófa að bóka lönns, ok, laust og svo voru bara búin í lönns og ákveðum að kíkja, Spencer fór að tjekka hvort það verið mögulega hægt að fá bara bekki sem að því fólk var bara að byrja að fara, skilur þegar klukkan 4 Já. eða eitthvað 5 og það var lokaði 7 eða eitthvað hvort það var hægt að fá bara bekki í smá skilur því við vorum ekki með planu kvöldi og þá var bara ekki mál Yes. þannig við bara fengum bekki í einhverju 3 klukkutíma og En þegar þið voru að borða, þú veist, þá var ekkert svona rótlegt inni eða þú veist, þú horfir bara á rótið Já, þú bara horfir bara út. já, og það eru bara bekkir Já. og svo er bekkinir með hanglaði og þú veist, allt þetta rótæmi skil það var ekkert eins mikið og þetta var náttúrulega ívendnum skilur Nei, en þú veist hvað voru, cute. það voru hangklæði. og sólhlífar eiginlega bara sko. Já, en það er cute, já, svona gular. já. Nei, það voru svona brúnar eða svona gráar skilur með gulu á Já, með gula á, já. en það var bara ekki cute og svo var þetta bara svona ótrúlega veglegi bekkir líka og maður getur bara hoppað beint í sjóin Geðvikt. og bara þú veist af svona klettum og eitthvað, bara svona draumadæmi einhvern veginn bara gett næst að sitja þarna, bara góð þjónustu á eitthvað en ég mæli klálega með að fara á hann stað og já Voruð þar? Já, fórum bara heimni og svo eftir það og fórum á einhvern stað bara nálægt í Njólt hótelan okkar Er ég að fara að segja bara frá öllum dögunum? Ég mist það svo gaman. Okay. Ég er alveg að hlusta, sko. Og vonandi finnst ykkur þetta gaman. Já, en ég verði eiginlega að fá mér smá happy, ég er búin að hjálpa svo mikið. Já, það er smá happy. Já, happy, ég ætla að fá með peru. Já, ég líka. Thank you. Ég búið með peru heima, sko. Það er ekki Varstu til að taka þetta með út? Herði, ég tók með mér til París, glimti. Nei, happy upp á og venju. hóteli. Já. Ói, og venju. Já. Upp á hóteli. Ég var með svona travel og ég var geðduglega að taka það þar. Ég finn alltaf happy á mótnan og kvöldin og eitthvað. Svo glimti ég því og ég fann svo mikið fyrir því að vera ekki með þetta, sko. Ég var bara, fuck. Ég veit, þetta er stór munur, sko. Ég bara finn það, við erum búin að eiga mjög mikið svona svefnlausum nætum núna. Þökk sér ykkurum. Og ég ætla ekki að name her name, she's in here. Ég geti tjungsa þessu. Já. En því ég finn svo mikið mun, eins og ég oft sagt í þessu podcastaður, en að taka happy áður en ég fyrir að sofa, mér finnst bara eitthvað svona, þótt ég sofi rosalega lítið nóttina, ég veit ég væri töluvert þreyttari. Eða svona bara, ekki einu svona þreyttari, þetta er líka bara svona, þú veist, ég veit ekki hvort þetta lýsa tilfinningur að vakna dehydrated en mér finnst þess að ég þekki þá tilfinningu ég veit ekki af hverju, en mér líður ekki þannig þegar maður drekkur þetta fyrir svefn. Nei, veit bara, já, ég held að allir þekki að vakna dehydrated já, eða ekki jú. En já, ég er búin að vera dehydrated núna í viku, sko, út af ég er ekki búin að vera með happy og venja, sko. Já, ég er að pælja að fá mér bara ég ætla að fá mér líka, að ég er ekki búin að taka í dag ég er ekki búin að taka í dag heldur og ég er ekki búin að taka, ég var náttúrulega bara að koma heim bæði þegar við erum að taka hann þáttu upp ég er ekki búin að taka núna í viku og ég finn andjóks mun að mér og sérstaklega núna að því ég er að taka Erupt sem hjálpar túrverkjum og nú er ég ekki búin að taka í eitthvað tíma, sko, ekki nógu dugleg áður, tók svo tvisa bara í París og svo bara glemdi þessu í París og núna þegar ég byrjaði á túr það var ekki næs, sko. Nei, þú fannst alveg mikið. Já, ég fann alveg mjög mikið og vanalega, þess að það eru efni í þessu magnesíum og eitthvað þannig sem hjálpa líka við bara að lesa þetta daginn, ef þú ert með túrverki og eitthvað þannig, þá vantaði það sem er í þessu bara... Já, það er alltaf textin að efst uppi, during this, eða þú veist, hvað stendur hjá þér? During this stage of life, women could benefit from certain key nutrients included in this product, iron, magnesium, vitamin B6, magnesium B12. Erst þú með eitthvað sem er svona boldað? Já,
Vitamin B6 supports the regulation of hormonal activity. Einmitt. Og hérna B12 contributes of tiredness and fatigue. Gjörsamlega, meikar svo mikið sens. Ég var að vakna alltaf kl. 10. Já, það? Ógeðslega óleitt mér. Ég fórum í Já, svo svona mjög. kannski 1, skilur. Já. Það ég get alveg fara svo kl. 1 og Nei, vakna þú getur fara kl. svo 8. kl. 4 og vakna 8. Já, rétt. Það er ekki mjög heilbrigt en... Nei, en þú ert sumir bara ekki svona sleepyhead. Nei, sumir eru samt bara, menn, þú veist, trúa það að sumir þurfa ekki 8 tíma svefn. Það er 1%. Já, ég held ég sé á því nema þegar ég er bara búin að keyra út, skilur við. Mhm. En ég get stundum bara að rúlla vel á góðum 5 tímum, sko. Já, en þannig að þú finnur líka mun á orkulevelinu. Já, klálega, sko. En ég samt búin að þetta var svona ótrúlega svona róleg ferð og allt þannig. En sko, ég man bara í Mexíkó, ég var svo ógeðslega, ég var ótrúlega duglega að taka vitamínum minn og tapi og allt það. En ég var bara, vaknaði bara alltaf eldsnemma, fór á æfingu, bara geðhress. Samt var ég líka á svona svipuðum fór mér, svo kannski svona 12, 1, 11 stundum. En þess var náttúrulega ógeðslega mikið tíma, skilur tíma sem er. En ég fann ekki fyrir. Ég var bara alltaf á æfingum og taka walks og hlaupa 5 kilometra. Heyrðu, gellan tók með sér örugglega 2 kíló á æfingafötum. Fór ég einu sinni í það? Nei, ekki einu sinni. Og ég var með æfingaskóna og allt. Ég var að borga 60 pund augalega fyrir þessa íðuþyngd, sko. Fuck off. Vanlega er ég bara svona, ok, að því þú tókstu og ferðu allavega einu sinni. Það var bara gjörsamlega, ég var bara out, ég var þreytt. Og þú veist, það eina sem hann dróð mig fram á rúminu, ekki sólin, heldur að því voru með fría morgumat. Ég var bara, hann lokaði 10:30, ég var bara... Þú ert svo mikil gunni. Ég elska að fara í morgumat. Þó ég sé ekki svöng, sko. Nei, þá er ég bara, fáum okkur swear I get my morgumat. money back. Já. Nei, en bara fá sér egg og eitthvað svona. Þú veist, mér finnst bara kósí að sitja. Ég elska að labba og svona skoða. Já, fá sér kaffibólla sinn. Já, og kannski langar mér þetta croissant í dag. Ég man líka þegar ég vaknaði á afmælinu mínu, ég hef aldrei labbað svona breakfast buffet á afmælinu mínu. Hefur það aldrei gerst? Nei. Vá, Já. gaman. Mér fannst það geðveikt merkilegt. Já, það er það Ég hef alveg. aldrei verið á hótel á afmælinu mínu. Nei, einmitt. Ég hef bara verið í húsi og eitthvað. Já. Ertu búin að taka allt? Já. Og hvað er hljóð? Já, ég tók þetta bara ég tek þetta svona í tvennu, sko, ég get ekki tekið allt í einu. Hvað er þú með margar? Ég er alveg með 6. Já, ég er Tekur þú á 3? Ég er með 1, 2, 3, 4, 5, 6, já. Mitt. Ég er bara svo mikið pússi. Já, sko, Ég er bara 2 í 1 max. ég er alveg svo vön núna, þetta er alveg hræðilegt, að gera allt geðveikt hratt. Að því ég hef alltaf líðin tíma í allt. Þú veist, ég er hraðar að mála mig, ég er hraðar að gera hárið mitt, ég er hraðar að koma út úr húsi, þú veist, sem er þetta bara mjög gott fyrir mig, ég þurfti alveg á því að halda, aðeins að spýta upp, sko, í lífinu. En að borða, þú veist, ég ekki borðað á 0,1 sekundu, bara vítamínin, að því ég er alltaf einhvern veginn svona, oh my god, hún er að vakna þetta. Þess að bara kvöldmætti gæri við Gunnar og Gunnar var bara, wow, hann er búinn, þú veist, þá var ég bara hann var, ég ætla að fá mig guacamole, ég kláraði það, þannig ég er sko fljóta öllu. Oh my god. Hann var alltaf eitthvað svona, já, á hlaupum. Þú veist, ég bara heima, sko. Þú veist, en ég er samt alltaf eitthvað svona, kannski vakna núttum og kannski þarf að gefa henni, kannski þú vorum á Spáni og þú varst búin að gera scrambled eggs og hún var grátandi. Ég veist að borða þetta á 0,1 sekund til að fara með hann að labba. Þetta er bara, ég er orðið svona í öllu. Líka vítamín inntöku. Þú verður að fá þér bara góðan shake á mótnana, sko, grís og næringuna þína. Svona milkshake. Já, já, einmitt. Ég borða svona, núna svona kannski að borða 2 á dag sem er hræðilegt. Maður á ekki að gera það. Þú veist, ég borða 2 á dag en ég borða bara risastórar 2 máltíðir. Gott. Já. Þú veist, það er enginn að grænast innan, sko, það er ekki það. En já, þannig að þetta er svona vá hvað við fórum yfir einu í allt annað. Já, allt í góðu. Við erum bara here to catch up. Já, þannig að that's life. Ok, en þú glemtir happy, það er hræðilegt. En þú, ég mun vinna það, já, vinna það aftur upp núna. Mér finnst alltaf þess að maður getur bara unnið þetta upp, þó að það er ekki þannig. En ég ætla bara að feika að ég misti ekki áninu, skilur. Bara placebo, já. Bara ég get vinnit upp, ég verður ekstra dugleg núna, glem ekki neitt. Duglega þessu tönnu, vítamín, steinefni. Ekki verða að fá reminderinn, sko, í síman og ekki vera með það. Já, það er hræðilegt. Takk fyrir að minna maður. Einmitt. En já, svona kemur fyrir. Já. En það var líka alveg margt sem gerðist, sko, með þú ert ekki búin með söguna. En ég ætlaði að segja þér, ég var eitthvað svona að kíkja inn á Blush heimasíðuna. Það eru nýja vörur og við höfum aldrei tekið fyrir svona bara hvað nýtt. Nei, einmitt. Og maður er svona alltaf verið með ennþá býð eftir að hún elsku gerður okkar, sko, ég er ekki búin að vilja senda hana því hún er í ykkur frí en hún vonandi er að fara að kaupa
Harry Styles dæmi, sko. We're waiting for that. Já, ok. En það er svona nýja vörur og blöss og maður hugsa oft bara svona, hvað er hægt að búa meira til? Einmitt. Og ég ætla bara að lesa bara nokkur sem hérna er bleikt útvíkunarsett. Já, fyrir raskat. Það er sko fyrir raskat og líka fyrir, ég held að þetta sé fyrir legugöng. Já, hérna bara eitthvað svona falleg útvíkunar dilator set. Það er ætlað til að útvíka legugöng. Já. Til dæmis eftir fæðingar, skurðagerð eða geisla og lyfjameðferðir. Bara áhugavert, þú veist, það er örugglega einhver sem þarf, eða þú veist, sem eru að leita því. Svo til eitthvað hérna. Empowergasm. Þetta er sérst örvandi gel. Og þetta var bara svona, þá farið bara power orgasm. Ok, spennandi. Svipað eins og High and Love þá, eða? Já, það er svona meira svona sensation. Þú veist, það er CBD í því. Já. Ég veit ekki hvað það er bara slakandi eða eitthvað, en þetta er eitthvað svona Nei, þið hitt alveg myndar bara spennu. Hérstu ekki bara smakka það? Ég er þetta búin að prófa það, jú. En þetta er eitthvað svona gel sem að veitur örfunum með kælandi áhrifum. Þetta kannski þetta svipa. Empower Við erum alltaf að prófa. Já. I'm intrigued. Það er svo til eitthvað cock armor. Ég bara, Ok, er þetta myndað þessu? Já. Leðum að sjá. Þú veist, wow. Þetta er eitthvað svona tipringur. Já. Nefnum að þetta er svona eins og brynja. Já, þetta er eitthvað svona voða funky og svo er hérna firming body oil frá High and Love. Þú veist, það er endar alveg eitthvað sem sko ég held að það sé svona til þess að ég er að fá gett mikið þetta á TikTok. Já, þetta er svona, ertu að fá þetta TikTok? Hvað er ekki svo að tala lengur TikTok? Að fólk er að gera svona limpið massage og það er bara literally að grennast. Bara, þú veist, bara horfa og bara magan bara frá því að vera svona blótið í að vera minna blótið. Þetta er greinilega það. Heyrðu, með olíunni fylgir nuddskafa fyrir líkamann. Ég geti ímyndað mér svo geðið þægilegt að sitja, hefur ekki fundið svona vökusofn í höndunum? Jú. Svo þægilegt, ég nudda ósláft svona hendurnar og magan og þannig. Geðið þeirra með tól. Já, okkur þetta. Við erum að fara að kaupa okkur þetta, sko. Grunninn olíunar er getulín sem er blómadrópar sem auka kollagen og lestín framleiðslu sem hjálpa við þéttingu húðar. Ég elska svona. Líka Bensi, hann er svo góður að nudda. Hann myndi elska eiga svona tæki. Þetta er geðveikt. Líka elska sköfuna. Að þú veist, skilur, þetta er geggjað sett. Geðveikt. Ok, þú veist, en það er óslega gaman að skoða gerðanlega hvað er svona nýja vörur. Þú veist, hérna eru sokkar. Já. Sokkar með pókermynstri. Þetta er svona, ef þú fyrir strippóker. Sexy socks, ég hafa bara geðt. Alls konar en það nýtt. Man hefur ekki lifað ef maður ekki farið í strippóker, sko. Hóngarinn. Þið þurfa að skoða þetta. Hvað kallast það á Íslandi? Nektapóker. Já, það ekki, nektapóker. Já, geðveikt. Þetta er það sem er nýtt að frætti á blöss. En ok, hérna, þannig að fyrsti almennilegu dagurinn var svona rótdagur. Já. Og svo hvað? Svo afmælisdagurinn. Ég veit ekkert hvað gerir. Það var ekkert plan, sko. Nei. Við vorum eitthvað geða mikið, ég var með draumastað sem að allir influencerunir eru búin að vera á og Kylie Cosmetics var með ívendan daginn. Já. Ég er búin að vera á biðlista fyrir þann stað síðan áður en ég bókaði flugið. Það er mér langaði bara að fara á afmælinu mínu. Það er ekki fucking sense. Ég er búin að ringja svona 300 sinnum. Alltaf. Við náðum reyndar að bóka lunch. En svo var bara, ég nenni ekki að fara klukkan á hæðsta hitaðanum, bara eitthvað að reyna að mála mig til að fara ángað. Ég skilur að það er 40 minnir burtu. Og eitthvað þannig að við beiluðum á það. Tókum bara rólegan dag á hótelinu, bara njóta. Fengum okkur bara sprits og eitthvað á bakkanum og hoppum í sjóin og hérna... Hvað sést sjóri nálægt hótelinu? Nei, sko, bekkinir voru bara upp í sjóin. Á hótelinu? Já. Nice. Þetta var bara, þú gæst bara hoppa á því sjóin endalaust, skilur. Og það var paddleboards og... Geðveikt. Bara mega næst. Þetta er bara hótel okkar, sko. Þetta er hótel? Ég held að þetta var eitthvað beach club. Nips. Og geðveikt. Geðveikt næst. Það sem var ekkert eitthvað að flýta sér að fara eitthvað. Þetta var bara sjúklega næst hótel. Elska og þannig. Og bara morgumatavjúi var alltaf sem ég setti svona... eitthvað að borða já, út. Já, það var bara geðveikt. Þess að langar mann líka alltaf í morgumat. Já. Svo geðt næst að sitja bara úti og sturla vjú. Já. En já, við vorum bara að njóta og þú veist, við vorum eitthvað að ræða frá bát, en ég var bara, ég nenni, mér langaði mikið bát, ég nenni ekki ammælinu mín í það, af því að maður er svo ógeðslega bugar og búin á því eftir bát. Þannig ég bara, ok, bókum bát fyrir morgundaginn og bensínin er að finna einhvern stað fyrir okkur í kvöld.
Þannig setti Setti þið í hendi, já. En við vorum búin að, þú veist, við ætlum alltaf á beach club sem heit Puro Beach Ilitias eitthvað. Það ógeðslega flott, mér langaði sjúklega mikið að fara á hann sem beach club. En það kostaði bara bullshit amount. Þú þurftir Að koma að lappinn? Ég bara að fá back. Já, ok. Þú veist, með við grannfóli það kostaði 50 bekkurinn, þannig að kostaði hann 250 bekkurinn. Vá. Bara 1 bekkur, þannig að það hefði verið 1000 fyrir okkur 4. Vá. Já, og svo það er alltaf að spenda ykkur, skilur við. Þannig við vorum bara vitleysir, við getum bara verið hér frítt, skilur við. Og þetta er bara alveg flott hótel okkar, skilur við, þannig að við erum bara hér og svo var Bensi bara, bókum þetta bara dinner. Þannig að fórum við dinner þangað, þetta er bara sjúklega flott staður. Og svona beach club dinner. Já, sástu afmælismyndina mínar. Já. Það er það. Já, en var það inn á stað? Það var bara eins og væri bara slar út í. Það er bara í entransinu. Geðvikt. Sá ég afmælismyndina, já, sá ég, það var ekkert eðla flott. Það er flott entrance. Ógeðslega flott. Og svo þetta ég hef aldrei getað giskað að það væri veitingastöður, sko. Nei, það er bara þetta beach club veitingastöður. Ég setti af krökkunum líka á borðinu. Sturlað. Það er ógeðslega flott. Ég var bara, vá, ok, þetta er svo fullkomið. Að ég var með eitthvað svo vissjón bara, ég mér langar að gera flott fyrir stað fyrir augað, skilur við. En við vorum ekki alveg náði. Ég var bara, þú veist, þetta Spensi reddar þessu fyrir okkur. Reddar þessu. En þetta var góð hugmynd hjá honum. Já, mjög. Já, hennar. Þetta er inngangurinn og þetta er beach clubin hérna. Svo lappa maður svona niður, geðveikt flott. Vá, hvað þetta er fall. Já, þetta, já. Sáðum bara hér. Perfect. Nice. Já, þetta var perf. Já. Perfect. Góður afmælisdagur. Já. Og það var mjög næs. Var símiðin ekki bara á fullu? Ég bara fór ekki í síma með neitt, sko. Ég var líka með samviskupið. Ég er ekki búin að ná að fara í síma neitt. Þú veist, ég get ekki verið í símanum í sól. Ég bara sé ekkert. Já. Og ég var bara eitthvað í sólinni að ég bara, ok, ég kikki þið fyrir inn. Svo þá þurfti ég að flýta mér að GMT. Og svona, þú veist, það var aldrei tími. Þannig að ef þú hefur byrjað, þá eru bara einmitt tapa tíma bara í því líka. Ég held alltaf daginn eftir, skilur, bara svara öllum og fer yfir þetta allt, skilur. Eina sem ég gerði þetta í símanum var póstamynd. Já, sorry, ég verður bara að pósta einhverju. Já, þetta var líka styrlaða myndir. Þetta var maður að pósta afmæli, skilur. Maður verður eiginlega að gera það. En já, svo daginn eftir var boat day. Var það ekki gaman? Það var ógeðslega gaman. Oh my god. Það er svo gaman að vera bát. Já, það er svo skemmtilegt. Þetta er svona, like a child. Ég alltaf á ekki góða minningu að fara að báta á senstu Mallorca, sko. Nei, einmitt. En núna voru sérst á bát, ég og kærastinn hennar og Bensi. Og þeir voru ekki með skipper og þetta er ándjóks minnsti bátur sem ég séð. Og ég og Bensi vorum allan tíma með Mallorca. Það var hann ekki minni en þessi, bara sá með pinglöld bát. Jú, hann var minni þessi. Hann var minni þessi og ég bara, hvernig fokkanum náðu að fara yfir þessu öldur á svona bát, sko. Já, einmitt. Þannig við bókuðum bát núna sem var stærri fyrir 8 manns og með skipper. En voruð bara 4? Já, með skipper. Já. 4 með skipper. En þú veist, þið bókuð fyrir 8 manns sem voru bara 4. Já, það var stærri bát, já. Það var engin annar skipper. Nei. Það var, já, skipperinn. Það var svo fyndið að vera með á svona minni bát með skipper, þá er hann bara svona með. Já, var skemmtilegur. Já, mjög skemmtilegur. Já, það er bara svo fyndið. Þetta er svo gælan í Króatíu, tók bara TikTok með henni. Já, skipper eru svo geggja fólk. Já, yfirleitt, við gáum henni drikk og eitthvað til það, sko. En hún þá ekki captain líka. Það var annað gæja stjórn. Það var annað gæja í Króatíu með, já. Þegar það eru stærri bátar, þá eru skipper og captain, já, hann fór bara, manstu. Já, einmitt. Hann fór bara, laði bara eitthvað bátnum hann að akkeri niður og svo bara fór hann bara eitthvað hitt að vinna sína. Já, á hinum bánum, já. I see shit. Já. Nei, það er svo gaman, það er bótis, er það skemmt sem ég veit, sko. Já, er svo skemmtilegt. Bótis. Ég var ekki búin að fá neitt báta á þessu ári. Nei. Þú veist, ég búin að ferðast helling. Já, alveg MBL að gera það greint, sko. Já. Fokk, þetta var fyndin frétt. Mjög fyndin frétt. Alveg, það eru 8 ferðir á 7 mánuðum. Ég bara, heyri, já. Vel talið. Já, það var 1 mánuð sem ég fór 2 sár. Já. Það voru þetta 2 mánuð sem ég fór 2 sár. En ég fór ekkert í janúar. Nei. Ég fór til New York. Jú, já. En það var í janúar og februar. Fór ekki til februar. Annað. Nei, kannski ekki. Nei. Ég get tjekka MBL og tjekka hvert ég er búin að ferðast. Já. Og svo hvert ætlum farið næst? Ég held, spennandi. Góð spurning. Góð spurning. En nei, ég sá eitthvað TikTok bara áðan. Og það var að spyrja bara svona fullt á svona gömlu fólki, bara, ef þú værir á bara 20-aldri eða eitthvað hannig, bara núna aftur, hvað hefur óskað þess að þú hefur gert meira af? Ferðast. Einasta mannski sagði ferðast. Já, nákvæmlega. Einasta mannski sagði ferðast meira.
og svo fæ ég heit fyrir að ferðast mikið. Nei, það er enginn að heita Jú, bara, þið skilur fólk alveg leðalegt. Æ, þú veist. En ég er bara aldrei svona, af hverju ætti ég ekki að ferðast eins mikið og ég get? Nei, þú átt að gera það. Sérstaklega þú er bara ballaus og bara, þú veist, vá. Ég er bara, 100%. Já, ég er bara, mun aldrei sjá eftir ég að ferðast, Nei. skilur. Aldrei. Nei. Þannig að ef þið er ekki mun að ferðast eins mikið og viljið, gera það. Ángríns gera, Áður en lítið of seint. Já, ángríns. Mér bara alltaf aðal áhugamálum mitt hefur alltaf verið að ferðast. Já. Og að geta er bara algjör forréttindi, skilur, og maður er bara ótrúlega þakklátur og ég mun aldrei hætta nema einhver neði með það, skilur. Nei, þetta er líka bara minningar sem maður lifir á, sko. Já. Þetta er það, Mér þetta mikil skemmtilega en að kaupa mér eitthvað annað, skilur. Já, bara algjörlega, ferðast, já. geðveikt. Algjörlega. Bara best mikið. Já. Æ, þú veist, við getum öll bara eitthvað dá á morgun, skilur. Já, Þú veist. book the trip. Já. Book the fucking trip. Do it. Já, þú veist, við erum ótrúlega duglega líka bara að bóka þessar gelliferðir, skilur. Já. Og það er bara, það er komast sem komast. Og það er líka bara skemmtilegt. Sumar með eitthvað annað. Já. En bara að hafa alltaf eitthvað svona eitt að minnstakosti árlegt. Já. Við erum með tvenn, það er yfirleitt paraferðin okkar og svo stelpuferðin haustinn. Þannig ég mæli með því líka. Við erum með eina para á sumrin og eina vetrar stelpuferð. En mig langar að bæta inn eins og þú og Bensir nú bara dörlega að gera, fara bara 2. Já, paraferð, já. Já, Bensín og þú það líka. veist, já. Það er alveg mjög sniðugt líka. Það er ógeðslega gaman. Við Já. erum búin að dálítið duglega í ár, vanlega bara eins, sko. Já, þeir eru bara mjög dörlega ár. Það er Náttúrulega alveg bara Portugal. Já, þú veist, það var reynda bara vinnuferð, þú veist, það var ekki planið okkar, við ætluðum ekki að gera það, en það var bara geðið gaman, bara úsla heppin að fá að gera það. Já. Og svo náttúrulega núna fórum við saman, þú veist, ég var bara, ef þú kemur, það er enginn sem kemur með mér, þú kemur með mér, hann var bara, ok. Núna til Mallorca. Já. Hann er ekki eins mikið fyrir það að ferðast þess að ég er, sko. Hann bara verður. Hann er bara ótrúlega góður heima bara að veiða á eitthvað, sko. Hann þakkaði fyrir seinna mér. Já. 100%. Eða svo fyndi að, já. Svo fyndi að vera svona mannski sem er ekki eins mikið fyrir ferðalag. Ég fæ oft líka bara eitthvað, finnst þér ekki ógeðslega leiðilegt að ferðast svona? Þá væri ekki að þessu. Ömurlegt. Já. Hvað meinar þau? Þá væri ekki að þessu. Já. Nei, veist, það er ógeðslega leiðilegt að pakka á eitthvað. En Já. það, þú veist, það vegur alveg á móti að fara bara til París, til Portugal bara. Já, skiptum umhverfi Já. og sjá eitthvað nýtt og pröfa eitthvað Já. nýtt og smakka eitthvað nýtt. Mér sverða ég er hann betri að pakka og innpakka núna líka. Ég trúi Þetta er því. ekki eins lengur, eins svona overwhelming og þetta var. Nei, þú lítur að kunna bara nákvæmlega bara, ég mun nota þetta, Já. ég mun ekki nota þetta. Reyndar að pakka ég oft yfir mig, sko. Já, já. Sérstaklega er að fara svona double-ferð eins og núna. París og svo Sólland á mér, veit. 2 erfið væp, sko. Já. Ólík væp segi ég. En þetta er ekki eins svona, ég var stundum bara svo, hér. Já. En núna veit ég bara svona nákvæmlega hvað allt er. Já. En þú veist, þess að núna erum bæði að ferðast og það er ekki svo mikill þvottur, sko. Oh my god. Þegar ég þarf að taka hana snúruna fram. Þurrkarinn er overwhelmed. Þá alveg fæ ég ekki, sko. Já. Það tekur allt og langan tíma að þarna. Já. Ég var til í þá að þetta var allavega tilbúið til 2 tíma svo getur gengið Já, frá þessu. það væri frábært. Nei, þetta er bara heil dagur sem Nei, það tekur. meira. Já. Ég setti gerkvöldið, þetta var ekki ennþá þurft á hann. Nei. Ég var bara, ok, þá safnast bara ennþá meira, Ég veit great. það. Og þá getur maður ekki sett áfram í vél út þegar snúran er full og Já. þá var svo hvað á ég seti þetta ef þetta er búið í vélinni. Einmitt. Þetta En er þú veist, þér óþolandi, reynda að setja það í þurrkaran, þá er hann örugglega búinn. Já. Er það ekki? Yfirleitt. Jú, en þú veist, það er einhvern veginn ekki allt sem maður getur sett í þurrkara. Nei, kannski ekki. Þú veist, sem pyrrandi. En það flest hjá okkur, sko. Ég vanalega nota bara, vanalega nota ég bara handkláfnir okkar, sko. Já, já. En núna er bara svona það mikið og líka svona mikið að skýrstum og eitthvað svona. Já. Þú myndir ekki setja þeir í þurrkara? Nei. Nei. En þú veist, ég er vanalega ekki að þú er svona bara skýrstur, skilur. Nei. Eða eitthvað svona hörsett Já, og eitthvað. nákvæmlega. Það er svona vest eftir útlundaferðis. Það er það, sko. Það er bara svona resetta bara allt Já. saman einhvern veginn. Alltaf þegar Bensi tekur þetta niður, hann tekur þetta reglulega niður þannig að það er alltaf að brjóta saman óna þessu. Ég trillist, af því ég næði ekki að setja aftur upp. Já, það er endur óþrúlandi, já. Af því ég vil það bara ganga frá að setja aftur upp og sko ég þarf að klifra upp á þvottabgæja minn og mjög hættulega svinga þessu bara upp. Já. Ég veit ekki hversu oft ég bara næst í dottið Já, af ég trúi niður. því. Af því ég vil frekar slasa mig heldur en að hafa þetta á gólunum mínu. Ég hata það mikið. Já. Ég þoli ekki svona stórt rast og neglina mín er alltaf festir í árinu mínu. Það eru alveg á last minute þetta. Já, hún er komin úr frí. Já, ég veit, ég á tíma í morgun, ég er mjög spennt. Það er ríkalegt, sko. Svo næs, sko. Mm-hmm. En já, þú varst ekkert eitthvað mikið í ballerínakeksun úti eða? Nei, en ég er mjög spennt að fá mér. Já.
Mjög spennt að fá með ballerína og svo náttúrulega ég að fara að halda afmælið mitt á laugardaginn. En þessin þetta afmælismánuður. Já. Þetta allt svo mikið. En ég hef aldrei haldið afmælið mitt svona seint. Það var vanlega alltaf svona 10. 11. Já, þetta er alveg 16. Já, mér fannst það alveg svona skrítið, ég var eitthvað á ég að gera þetta. Ég er ekki bara eðla attention seeking. Nei. Ég draga þetta alveg til bara 16. Nei. En ég meina, whatever. Það er bara gaman. Já, þetta verður geðveikt. En já, ég ætla að gera eitthvað svona geggjaða ostabaka. Ég ætla að fara í Hagkaup og kaupa einhverja næs osta. Mér finnst alltaf bestu ostarnir og svona í Hagkaup. Þeir eru það. Og svo grænmeti líka. Já. Mér langar svo að gera svona papaya, þegar appelsingult, það er smá appelsingult tema. Papaya með svona skinku utanum og burrata og eitthvað svona. Og fiskir með burrata og eitthvað svona. Þau eru náttúrulega bara með sér svona ítalska deild, Já. þú veist, í Hagkaup, þannig að þú getur fundið bara svo ógeðslega mikið og einmitt, bara ef þau eru að gera ostabakka, við gerum þetta fyrir Halloween og allt þetta bara svona, þú veist, bestu ostanir eru alltaf í Hagkaup, það er bara 100%. Og sútiskeksið frá Göteborg líka, sem er geggjað. Einmitt, en já, vá, sammála, það er líka Hagkaup bara svona næst stað til þess að fara og sko til þess að klára svona fyrir svona visslur, að þú getur líka fundið serveturnar og svo ógeðslega mikið annað. Já. Ég elska að fara í Hagkaup fyrir svona. Ég veit það. Og bara þegar að gera eitthvað svona með mikið af ferskum mat, já. Þetta er svona gæðavörur. Og það er með tráskingan og svona. Ég veit alltaf til jalapeno. Ég veit að til svona skrýtnir funky ferskjur og þú veist. Alltaf til klakar. Þú veist, það er bara í sömu búlum ekki til klakar, sko. Það er ekki til góðu klakarnir. Já. Kössóttu klakarnir. Ég hata svona hringklaka með svona í miðjunni. Já, sko, þeir bráðna bara leið. Nei, þeir eru bara ljóti líka í glasi. Já. Og þeir bráðna, að þeir eru ekki þykkir í sér. Kassaklakarnir eru bestir. Já, þannig finnum allt í Hagkaup. Já. Það er bara stóra Hagkaupsferð. Já. En já, við tókum sko ballerína með okkur yfir Vestló. Það var getið upp til agna, sko. Trúi. Svo mikið af börnum og þetta var svona mjög næs og ég bara við erum svo mikið af börnum, bara sjúkla óstimulated og svo því ég bara svona þegar ég var í Blúr og Emblor út að leika og ég svona fæk með kaffibolla minn og bara svona fá með 3 ballerínakeks með bara, þetta var svo gott. Hljóma svo vel. Já, þetta var bara svona, shush, bara moment, bara me moment, sko. Það er svo gott með bollanum, sko. Já, þetta það, sko. En ok, svo var síðustu dagurinn, bátadagurinn og svo hvað? Fórstu ekki út að borða? Fórstu til Palma, semst það? Já. Hvernig var það? Þetta er geðveikt. Ekki? Já. Fórum þangað, þú vorum bara allan daginn að njóta og fórum paddleboarding og eitthvað, þú veist á hótelinu, svo ákveð að fara til Palma svona kvöld, seinnipartinn. Já, næs. Fórum þangað, tók bara 20 mínútur í bíl. Bara ekkert eitthvað ræðilegt, sko. Og þú veist, bara ég hef aldrei séð Palma í þessu ljósi. Þetta var bara gorgeous. Nei, já. Fórum á okkur geggjaðan rooftop bara fyrst. Bara sturla flott hótel. Ég var bara, hvað er þessu hótel að gera hérna? Og svo var Hildur búin að bóka eitthvað hótel sem hún sá einhver fræga Instagram-gælu vera á. Það var á okkur ívendan daginn. Sturlað bara og hún var bara, mér langar þessa mynd og þetta var bara mynd í stiganum á hótelinu og ég var bara, vá, er þetta á Spáni? Skilur, hvað meinu? Einmitt. Þannig að það er svo mikið að perlum og veitingastafurinn var svo flottur. Það er þessi dökki, vá, þetta var svo flott. Svo flott, þú veist, ég tók ekki nóg að myndum hann inni. Nei. Þú veist, af umhverfinu. Ég var bara, er engin svona vibes hvernig það var? Nei, ok. Vel gert. Ég var bara svona, að limita allan símatíma einhverju, ég er bara laga myndir og búið. Já, það er samt geggja. Það er geggja, sko. Þú er samt ekki þegar maður gerir þetta. Nei, ég veit að maður sér eftir þessu eftir alveg. Já, ekki umhverjunu. Já, en samt. Gott varst að njóta. Já. Your makeup was always glowing. Við vorum með þetta Lumi, sko, frá L'Oreal. Lumi frá L'Oreal. Já. Þetta er alveg mjög svona summary lína, sko. Já. Þú veist, að því að núna er bara, þú veist, að vera með highlighter er bara, það hætti smá í tísku. Að vera með highlighter fannst mér. Já, svona venjulega, maður sjá. Já. En glowy skin er alltaf í tísku. Það er með, sko, að setja þetta undir, eða bara, þú veist, segjum og sért bara útlöndum og þú veist ekki málega mikið, setja bara beint þetta. Opna hinn minn. Þetta er svo mjúkt. Já. Og svo líka Lumi liquid blush. Þetta er bara, að því að sumari er ekki alveg búið, við ætlum aðeins að halda áfram í sumari. Mér finnst að við erum að halda eins lengi og getum í það, sko. Já, þannig að sko að vera með glowy skin, liquid, allt liquid, þess að gerir mann svo glowy. Þannig að við mælum klála mikið með. Já, check it out. En þóttu sumari sé, þú veist einmitt, tölum að sumari sé ekki búið, þá er svona rútínan detta eftir í gang. Þannig að þú veist, það eru allir aftur að byrja í skólanum og... Einmitt, það er svo crazy að hugsa að skólinn sé að byrja núna. Já, og það er alveg rútína og ég veit að margir eru svona detta í bara svona, ok,
alltaf þetta, nú verð ég geðskiplu, nú verð ég en það eitt sem maður gerir alltaf þegar maður er svona einhvern veginn að byrja eftir skólanum, byrja eftir rútinu og það eitthvað svona new fits það það ekki, svona eitthvað smá fyrir haustið. Mér finnst það líka að vera oft bara eitthvað ný úlpa, skilur, eitthvað svona statement piece, sko máli einmitt með úlpur, þú veist, eða pælið í því bara eitthvað, að þú hugsa að kaupa þú veist, úlpu eitthvað keiftuð úlpu sem bara geður flott að þú ert fara að vera í þessu restin af árinu every day þannig að passa hún sé cool, flott og bara passi við þitt vibe bara eins og þú veist dingju úlpunar frá 6 skilur og bomberjakkarnir, þú veist, þeir eru alveg nógu hlýir skilur þú veist, þannig sé já, þeir eru það, ég er bara alltaf í mínum sko já, sérstaklega að fara inn og úr skólanum já, veist, að vera í bomberjakka og þú veist, ég veit ekki, svona, og dingja úlpuna eitthvað, þú veist, þetta eru statement pieces en þú ert líka að fara að vera í þessu alla daga every day já, þannig að það er svo mikilvægt að eiga flott úlpu sem maður er ánægð með eða flotta jakka, skilur það var líka svo gaman manni þegar maður var í menntaskóla að fara í 966 úlpunni sinni í skólan og maður var í henni bara alltaf daginn maður svo alltaf daga, skilur já, því hvað hann átti að gera, hann frýst að það er bara frjósa já, og svo sagði maður ekki komið bílpróf svona já, strætónum já, en svo er varmahlíð þú átt varmahlíð peysuna í bleiku sem er bara galið að ég sá að koma nýr litur já, það bara, nei sko, í hvert eina sem skiptir mér í þessari peysu já, nú bara nennir 66 veitur að hlusta að gera hann aftur bleika það, ég fæ alltaf spurningu eitthvað hvað peysa þetta er já. En hérna þetta er svona krulluflís eða svona þannig svona teddy einhvern veginn efni geðvikt hún er svo þægileg, ég elska þessa peysu ég er alltaf í minni en hún er komin í svona beige litur, hún er geðveikt flott mér vantar hana sko já, ég vantar hann í beige og svo vantar mér hann líka bleika please bring it back sko hún er svo flott og svo náttúrulega vonastræti sem eru uppáhaldspeysunar okkar þú átt hann að loka í Jón Renda en hún er líka til með hettu já, við þurfum hana líka ég þarf hana það er hana svo mikið með hettu og svo ógeðslega nett hún er geggjöð með þess kríu logonin aftur á og hún er geðveik hún er svo flott sko nei, ef ykkur vantar back to school fit svo veit ég hvert þið að fara já, svo líka alveg mjög marga cool buxur já rock cargo pants til dæmis það er alveg góð fit sko já, bara tjekkið á 66 sko við veitum allavega að við munum gera það já. ég er bara svo spennt að byrja að nota mitt meira líka allt þetta hlýja sko ég veit það ég er alveg spennt fyrir haustinu ég líka en ég veit ekki alveg hvenær ég á að svona detti haustskýrin að því ég er að fara út í enda september svona já, ég er ekki alveg að þú veist detta inn í hann strax en ég þarf náttúrulega alltaf að fyrir úlpu okkur en ég samt en ég ætla að vera svona mentally það er ekki alveg komið haust já. en ég er samt í úlpunum minni, skilur en ég er bara svona hvenær heldur að haustkontenti byrja september, loka ágúst það er svona það kemur svona smá shift alltaf svona millistig þú veist, ég var náttúrulega líka í Milán í október og samt í skilur ég var svona haust/ summer vibes, skilur stundum pilsum þú var samt alveg með trefil og já, ég var að kapna já. ég hef ekki þurft trefil en það var í Milán, það var ekki Íslandi við búum á Íslandi búum á Íslandi, það er rétt svona er það er æði, við elskum þetta land já, it's trending it's trending við verðum að gera það sko já. en fyrstu Diet Coke úti? Nei, það er ekki Diet Coke í Evrópu nei, við bara fundum að mannstu Spáni en ég fór ekki í neina svona, þú veist, það var ekki þetta er svona breskar sjoppur hana það var bara super dino hana já líka þegar maður er á hótel þá er maður ekki að fara í supermarka nei, mjög lítið en ég fekk Coke Zero og fæst Coke Zero, gott Coke Zero mitt alltaf alldag elska að fá með Coke Zero þetta er svona smá guilty pleasure í hérna útlöndum að fá með Coke Zero með morgunmatnum já, ég elska, þú gerði þetta líka í Mexiko já, en veistu hvað, eitt sem að kom upp daginn, hérna, að því í fjölskyldunum minni þá eru sumir sem bara svona, ég drekk ekki Coke Zero, ég drekk bara Coke, eða ég drekk bara Coke Zero, ekki Coke, þú veist hérna eða það væri til 50-50 pakki af dós hvernig myndi það virka? Þú veist, það væri helmingurum væri Coke Zero og helmingurum Coke það var geðveikt það væri geggjað, svona til að svala þessari þú veist, að því að við fólk svona, já, herru, mun að kaupa svona Coke fyrir þessa svona Coke fyrir þessa en mér finnst líka bara svo næst að geta blandað og fengi stundum er bara gæðum okkur stöðu, bara venjulegt Coke, skilja heldur að geta keypt bara svona rútu eins og maður er alltaf að kaupa 50-50 já. En veldi líka að vera til minis nei, minis eru best að vara einu sem til Coke, bring it back bring it back we love that sko. Minis, það er svo fullkominn fyrir mig að ég næ aldrei eiginlega að klára svona heila dós nema ég legg bara allt í það, skilur og það kemur alveg fyrir en ég vil það svo oft sem ég er að leyfa sko. já, ég bensir ekki heima til að klára hana sko. já, ég klára klárlega ef ég er að horfa á eitthvað
þá klára ég hana. En ef þetta er bara svona með kvöldmatum, þá stundum við svona sopa eftir. Já. Sko, það er líka bara svona þegar ég opna mig langar bara svona í eitt sopadæmi, skilur við. Það var mjög sniðugt, sko. Já, svo svona finn ég dósin aftur, ég bara, bara núna er ekki Einni. köld, já. Ég veit það. Ruined it. Ruined it. Svona mini so fucking nice. Já. Ég er hún vögnuð. Já, hún er sammála okkur, sko. Já. Ég er sem betur sammála okkur. Besta mín. Já. En já, vá, þannig að þetta var bara vel heppnu ferð, gekk allt vel. Mjög vel. Já, ánum afmælisdaginn. Mjög ánum afmælisdaginn minn. Og svo annar afmælisdagur á laugardaginn. Alltaf mikið afmæli. Já, en það er líka ísdagurinn. Herðu, já, það er ísdagurinn. Já. Sama dag. Sama dag, við ætlum verið hverjir að leifa ykkur að smakka besties. Já, tjekkið á okkur. Hegi? Við veitum 11-leiti. Já, þú veist planið betur en ég. Við veitum 11. Við mætum 11. Við verðum bara í svona klukktíma. Geðveikt. Þannig að komið og hitt ykkur, fá ykkur ís klukkan 11. Það er, it's fine, it's Saturday. Við hefum oft gert það. Já, við mjög hefum oft. okkur fyrir mér. Já. Þannig að það verður ógeðslega gaman að hitt ykkur þeir sem komið í ísdaginn og ef þið komið endilega komið og segja hæ, komið að smakka besta ísi heimi. Please do, best. Ekki. Þannig að já, ég held að það er svo margt framöndan sem við þurfum að ræða, við þurfum að ræða Lofaland, við þurfum að fram í svo mörgu, sko. Ég veit að Idaho 4, ég er alveg djúpsokkin það núna. Já, við þurfum að taka það fyrir og það er svo mikið sem við þurfum að ræða, sko. Surviving Dijon. Talandi sko. Það er helling sem er að ræða, þannig að það verður mjög skemmtilega mánuður hjá tilbúinu og í áskriftinni. Of course. Þannig að bara, we love you besties. Sjáumst næstu viku.